Komið sæl, fyrir hönd Rikk og Jafnréttisskólans býð ykkur öll, bæði sem að sitjið hér hjá mér og á netinu. Velkomin á 7. fyrirlestur hádegis fyrirlestra raðarinnar Hinsegin Ísland í alþjóðlegu samhengi á vormisseri 2022. Fyrirlestur dagsins ber heitið Hatur gegn hinsegin og ég heiti Álfur Birkir og formaður samtakanna 78 og verð fundarstjóri í dag. Fyrirlesari dagsins Eyrún Eyþórsdóttir. Hún með doktorspróf í mannfræði frá Háskóla Íslands og starfa sem lektor í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri. Fyrirlestur Eyrúnar byggir á yfirstandandi rannsókn hatursglæpi á Íslandi og í þessum fyrirlestri hefur hún dregið saman gögn frá hinsegin fólki úr stærri rannsókn sérstaklega upplifun hinsegin fólks á hatursglæpum þar með talin haturstjáning og mismunun vegna kynhneigðar og kynvitundar. Og gjörðu svo vel, Eyrún. Góðan dag. Ánægjulegt að vera hérna í dag. Fjalla samt miður ánægjulegt efni. Ég heiti, eins og Álfur kynnti mig til leiks, Eyrún Eyþórsdóttir og ætla að fjalla rannsókn sem ég að vinna hatursglæpi á Íslandi. Og í þessum fyrirlestri svo sem ekki ætlunin að koma fram með einhverjar niðurstöður, heldur ætla ég að fjalla afmarkað efni sem tengist eitt af þeim þemum sem að framkoma í skoðun og greiningu á gögnunum. Og ég ætla að byrja á því að segja lítilega bara hvað fyrirlesturinn fjallar. Svo ætla ég að fjalla stuttlega svona helstu birtingarmyndir hatursglæpa sem framdir eru gegn kynvitund og kynhneigð fólks. Ég mun svo fjalla rannsóknina sjálfa og þar á eftir ætla ég að fjalla skilgreiningar, bæði þá lagalega skilgreiningar en einnig félagsfræðilega skilgreiningar þetta hugtak hatursglæpur. Ég mun lítilega koma inn á hugmyndina bakslag í réttindabaráttu hinsegina og tengslast við hatursglæpi og að lokum ætla ég stuttlega að greina frá upplifun sem hinsegin þáttakendur í rannsókninni minni hafa greint frá. Og þá sérstaklega í tengslu við þema sem kom fram í raun og veru í greiningu á öllum gögnunum óháð í raun og veru bakgrunn viðmælanda og tengist svona skertri öryggistilfinningu í kjölfar þess að vera þolandi hatursglæps. En eins og ég tók fram að þá mun ég í dag aðeins kynna þá í raun og veru frásagnir viðmælanda, hinsegin viðmælanda. Má ég spyrja mig? Já. Má taka mynd af klærunni en það bara fyrir mig? Gjörðu svo vel. Bara minnsta mál í heimi. Víða erlendis má sjá bæði í fræðilegum rannsóknum og opinberri tölfræði alvarlegar birtingarmyndir hatursglæpa gegn hinsegin. Hvað nákvæmlega fellur undir skilgreiningana getur þó verið ólíkt á milli landa. Fræðilegar rannsóknir einblína oft á skilgreinda hópa eða einkenni sem þá sérstaklega vernduð í lögum og getur svo skilgreining verið þrengri en þær skilgreiningar sem til dæmis samtök eða stofnanir leggja fram eða til dæmis skilgreiningar í bara svona spurningulistakönnunum eða þolendakönnunum eða öðrum gögnum. Það getur líka verið mismunandi tölfræði sem birtist í opinberum gögnum þar sem liggja fyrir svona þrönga skilgreiningar út frá lagarammanum og til dæmis þolendakönnunum þar sem fólk bara frjálst að skilgreina sig með þeim hætti sem það vill. Og eins og má sjá á þessari glæru sem allt í raun veru tölur og rannsóknir sem vísað í erlendis frá, má almennt sjá að hópurinn hinsegin, eða hægt að segja það, yfirleitt næststærsti hópurinn sem verður fyrir hatursglæp á eftir hópnum þjóðernislegur uppruni. Ég nota hér orðið hópur til einföldunar og á sama tíma meðvituð það að orðið kannski ekki ákjósanlegt til að nota yfir eins fjölbreyttan hóp og ræður. Ætlun mín þannig alls ekki að smætta niður ólíka hópa eða ólíka einstaklinga niður í húðlit eða kynhneigð til dæmis.
Rannsóknir hafa jafnframt gefið það í skyn að hatursglæpir gegn hinsegin fólki alvarlegri heldur en gagnvart öðrum hópum, það sem meira alvarlegt líkamlegt ofbeldi til að mynda. Og þá benda líka niðurstöður til þess að sérstaklega transfólk í meiri áhættuhóp á því að verða fyrir hatursglæp og verða fyrir þá alvarlegri birtingarmyndum hatursglæpa. Svo virðist einnig vera, samkvæmt erlendum gögnum, að hinsegin fólk leiti síður til lögreglu vegna hatursglæpa og tengja sumir fræðimenn það svona sögulegu landslægi í samskiptum samkynhneigðra og lögreglu. Innan fræðanna líka stundum talað eitthvað sem nefnt stigveldi hatursglæpa og þá verið að vísa til þess hvaða hatursglæpir gagnvart hvaða hópum eru taldir svona alvarlegastir af yfirvöldum og fá þá fremur framgang í kerfinu, bæði hjá lögreglu og hjá dómstólum. Og bent hefur verið á að hatursglæpir gegn sem sagt kynhneigð eða kynvitund séu þar í raun og veru í neðsta sæti. Það séu þeir glæpir sem kannski síst lögð áhersla á innan kerfisins að vinna með. Á Íslandi hefur ekki verið safnað sama tölfræði vegna hatursglæpa. Ég veit að samtökin 78 með svona einhvern ábendingarhnapp eða eitthvað þau getur tilkynnt mál inn til samtakana, en ég veit ekki hversu mikið það gert þar. En annars ekki safnað sama tölfræði vegna hatursglæpa á Íslandi og þess vegna mjög lítið vitað tíðni slíkra glæpa hérlendis. Og það líka lítið vitað það hverjir helst að verða þá fyrir barðinu á hatursglæpum. Það ljóst að það ólíklegt að slíkir glæpir finnist ekki hérlendis, né að slíkir glæpir séu eitthvað sérstaklega sjaldgæfir. Og mjög reglulega birtast til dæmis í fjölmiðlum frásagnir af ofbeldi í garð hinseginna og töluvert hefur núna til dæmis bara á undanförnum misserum við áberandi haturstjáning í garð transfólks. Þetta svona cirka eina tölfræðin sem til svona opinber tölfræði og á síðustu 4 árum hefur lögreglan rannsakað 7 hatursglæpi gegn kynhneigð eða kynvitund og hér ber að hafa í huga að lögreglan á Íslandi safnar þessum gögnum fyrir Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, sem skilgreinir haturstjáningu ekki sem hatursglæp. Og hér því ekki meðtalin mögulega haturstjáningamál sem hafa verið kærð, heldur bara það sem myndi skilgreina hatursglæpur og ég kem betur inn á þá skilgreiningu á eftir. Samtökin 78 kærði á sínum tíma 10 mál vegna haturstjáningar og flest þau mál voru tekin til rannsóknar af lögreglu og það var ákært í nokkrum þeirra sem endaði með 3 hæstaréttardómum, þar með talin einni sýknu. Í þessum dómum þá var niðurstaðan svo að orðið kynvillingur var talið til haturstjáningar og jafnframt setningin á nú að fara að eyðileggja sakleysi barnanna foreldrum forspurðum. Ég myndi flokka þetta undir barnaníð að vera að tróða kynvillu í saklaus börn. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar vinsalast haldið saurugum hugsunum ykkar og löngunum frá börnunum mínum. Að mati dómsins var fólkið í þessari setningu og þessu orðið kynvillingur, fordómafullur rógburður og smánun í garð þeirra þar sem tjáningin var beint að. Og þess að geta í sýknudómnum að þá var það í raun og veru ekki talið til haturstjáningar að tala þá samlíf samkynhneigðra eða hinsegina sem þarna ónáttúrulega. Þess ber að geta að í þessi 6 viðmælendur sem ég hef dregið úr rannsókninni fyrir þennan fyrirlestur sem öll eru hinsegin og hafa upplifað að vera þolendur hatursglæps, að aðeins ein manneskja af þessum 6 kærði mál sitt til lögreglu og það mál fékk í raun og veru ekki mikinn framgang.
Þannig það lítið vitað hatursglæpi í íslensku samfélagi, efnið lítið rannsaka og mér best vitandi þetta fyrsta rannsóknin þar sem skoðaðir eru hatursglæpir hérlendis. Þess vegna lítið vitað eins og áður sagt fjölda slíkra glæpa, hverjar eru helstu birtingamyndirnar og afleiðingarnar svo dæmi sér tekin. Markmið rannsóknarinnar minnar fyrst og fremst að varpa ljósi á tilvist hatursglæpa á Íslandi og skilja betur þessi brot í íslensku samhengi og jafnframt máta niðurstöður rannsóknarinnar við alþjóðlega fræðiumfjöllun. Varðandi rannsóknina sjálfa þá byrja ég árið 2019 með að taka viðtöl við fólk sem upplifði að það hefði orðið fyrir hatursglæp á Íslandi. Ég búin að taka hátt í 30 viðtöl og ennþá að bæta við. Ég geri í raun og veru ekki greinarmun á bakgrunn viðmælandana nema því leyti að viðkomandi verður að orðið fyrir hatursglæp eins og hann lagalega skilgreindur og ég mun fjalla hér á eftir. Ég legg áherslu á að skoða bakgrunn þátttakanda út frá hugmyndum samspil svona mismunabreita en rannsóknir hafa sýnt að í mörgum tilvikum ekki bara verið að ráðast á einn þátt í bakgrunn þolenda. Heldur oft þetta samspil fleiri þátta. Þeir 6 viðmælendur sem ég vísa í þessu fyrirlestri skilgreina sig sem hinsegin. Það bæði samkynhneigð karlar og konur, manneskjur sem skilgreina sig kynsegin og transfólk. Sum þeirra hafa einnig aðra skilgreinda minnhlutastöðu, svo sem eins og að vera innflytjandi eða með dökkan húðlit, svo dæmi séu tekin. Ég nota þá hér frásagnir þar sem að viðmælendur upplifðu sjálf að höfðu verið tilkomnar vegna sem sagt að það hafi verið árás á kynhneigð eða kynvitund en ekki aðra þætti, þó vissulega það kunna vera einhvers konar samspil þarna einnig á leið. Rannsóknin í heild sinni byggir á 2 gagnasöfnum en einungis viðtölin eru notuð hér. Ég vil kannski líka bara að hætti eiginlega rannsókna aðferð að gera grein fyrir sjálfu mér. Ég skilgreini sjálfa mig sem gagnkynhneigða konu svo ég tilheyri þar af leiðandi ekki hinsegin samfélaginu. Ég kynntist hatursglæpum fyrst í gegnum fyrra starf mitt sem lögreglukona en ég sinnti rannsóknum á hatursglæpum hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2016 til 2018. Í byrjun árs 2018 hóf ég svo starf hjá Háskólanum á Akureyri, fyrst sem aðjúnkt og svo sem lektor í lögreglufræði og fór fljótlega í kjölfarið að rannsaka hatursglæpi út frá fræðilegu sjónarhorni. Ég bý þar af leiðandi að ég þekki hatursglæpi út frá svona víðtæku sjónarhorni, það að segja bæði út frá því að starfa innan lögreglunar og þekkja til verklags og annars slíks hvernig þessi mál fari gegnum kerfið, hvernig eru rannsökuð, en einnig hef ég sokkið mér mjög djúpt í alla fræðilega umfjöllun hatursglæpi. En hvað hatursglæpur? Breski afbrotafræðingurinn Neil Chakraborty notar hugtaki hatursglæpur sem regnhlífarhugtak og sem slíkt fangar hugtaki verknað þar sem einhvers konar ásetningur sem byggður á fordómum. Verknaðurinn þarf að varða við sakamálalög eða hegningalög og það þarf að vera hægt að sýna fram á það að ásetningur brotsins byggist á fordómum til þess sem brotaþolinn eða nánar tiltekin ákveðin einkenni eða hópa sem þá sérstaklega skilgreind í lögum. Í íslenskum hegningalögum sérstaklega verndað þjóðernislegur uppruni, litarháttur, trúarbrögð, kynhneigð og kynvitund og það til umfjöllunar á þingi núna laga frumvarp það að bæta þarna við bæði fötlun og kyneinkenni. Það líka verndað. Strangt til tekið falla náttúrulega allir undir, strangt til tekið fá allir vernd í lögum. Af því allir falla undir þetta kannski fyrir utan trúarbrögð. Það allir af einhverjum uppruna, það allir með einhverjum litarhátt, það allir með einhverjum kynhneigð og svo framvegis. En staðreyndin svo að þetta sett inn í lög vegna þess að það hefur verið sýnt fram á það að þeir sem tilheyra minnihlutahópum, þeir sem tilheyra jaðarsettum það þeir einstaklingar sem verða fyrir hatursglæpum. Þeir sem tilheyra þessar svona valda mikla forréttinda meirihlutahópi, þeir verða ekki fyrir hatursglæpum.
Það hægt að skoða hatursglæpi bæði út frá lagalegum ramma en svo líka hægt að skoða út frá fræðilegu sjónarmiði. Þrátt fyrir að hugtakið hatursglæpur sé ekki að finna innan hegningalagana hérlendis ramma lögin samt inn slíkan glæp. Bæði er það gert með lagagreinum 233a og lagagrein 180 sem fjalla annars vegar haturstjáningu og hins vegar mismunun. En einnig hafa dómarar nú þegar tækifæri í gegnum 70. grein almennra hegningarlaga að hækka refsingu í hatursglæpamálum þó það hafi ekki verið nein slík dómaframkvæmd hér á landi. Nú liggur fyrir lagabreytingatillaga sem Áslaug Arna, fyrrverandi dómsmálaráðherra, flutti á síðasta ári, náði ekki í gegn og er núna endurflutt á Jóni Gunnarsinni. Og þá verða eftirfarandi breytingar gerðar á 70. grein lagana að það bætist í raun og veru við að það gæti verið til refsihækkunar ef brotið megi rekja til þjóðernisuppruna eða þjóðlegs uppruna, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, fötlunar, kyneinkenna, kynhneigðar, kynvitundar eða annars sambærilega þátta. Það er að segja að það er verið ekki lögð kannski skylda á herður dómara eins og víðar erlendis, heldur það verður kannski svona auðveldara fyrir dómara að horfa til refsihækkunar í málum það sem er fordóma ásetningur. Þannig eins og þetta er í dag og eins og dómaframkvæmd hefur verið, þá er engin svona hagur eða svo má að þau komast fyrir lögreglu eða ákæruvaldið að fara í gegnum kerfi með eitthvað sem myndi kallast hatursglæpur og það yrði aldrei meiri refsing. Og við tökum bara dæmi tvo mjög sambærilega verknaði, segjum kannski líkamsárás sem að maður ræðst annan mann og nefbrýtur hann, að ef þetta eru kannski bara tveir félagar sem fara að rífast yfir kannski einhverjum bílaviðskiptum eða eitthvað og annar lemur hinn og hinn nefbrotnar, þá fengi viðkomandi x langan dóm fyrir slíkt. En ef nákvæmlega sambærilegur atburður átt sér stað, nema þolandinn og gerandinn þekkjast ekki og það er að sýna fram á það að gerandinn er að ráðast að manninum og nefbrotan vegna þess að hann hatar homma, að þá er þetta hatursglæpur og þá myndi raun og veru þessi breyting gera dómara kleift að hækka refsingu vegna brotsins, vegna þess að það tali það alvarlegt þegar fordómar eru ráða för í ofbeldisverknaði. Undir regnhlífa hugtakinu hatursglæpur felast í raun og veru þrjár mismunandi birtingarmyndir fordóma. Í fyrsta lagi er það hatursglæpur sem brot á almennum hegningarlögum í raun hvaða lagagrein sem er. Getur verið líkamsárás, getur verið morð, getur verið kynferðisbrot, getur verið hótun. Í raun og veru taka hvaða brot sem er sem tilgreindir í hegningarlögum. Verknaðurinn getur verið skilgreindur hatursglæpur ef sýnt er fram á það að ásetningur á baki brotsins eru fordómar eða neikvætt viðhorf að fullu eða hluta til vegna þess sem brotaþolinn er eða vegna þess sem að gerandinn telur að brotaþolinn sé. Og þá er átt við uppruna, litarhátt, trúarbrögð, kynhneigð eða kynvitund. Og dómari getur þyngt refsingu í málinu eða tekst að sýna fram á fordómana sem ásetning. Og eins og ég sagði áðan, þá er víða erlendis dómara hreinlega skylt að setja fram refsihækkun í slíkum málum. Í öðru lagi er haturstjáning sem sums staðar er ekki skilgreindur sem hatursglæpur, en fellur undir hugtaki hérlendis þar sem lagagreinin á sér stoð í hegningarlögum. Haturstjáning er þannig tjáning fordóma, til dæmis með að smána eða rópera í máli eða myndum á opinberum vettvangi. Það er erfitt að skilgreina haturstjáningu á einfaldan hátt, það er engin alþjóðleg skilgreining eða skilningur á haturstjáningu. Til dæmis eru lagalegar skilgreiningar á haturstjáningunni mun þrengri heldur en skilgreiningar á haturstjáningu til dæmis hjá ráðherraráði Evrópuráðsins sem skilgreinir þetta nánast alla tjáningu sem að dreifir eða hvetur til að stuðla að eða réttlætir einhvers konar fordóma. Eða í Mannréttindadómstól Evrópu sem að skilgreinir haturstjáningu hvers konar tjáning, munnlega skrifleg sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða réttlætir hatur sem byggir umburðarleysi. Fyrrgreind lagagrein 233a er búin að vera í lögum hérlendis síðan 1973 og hún hljómar eftirfarandi:
hver sem opinberlega hæðist að, róper, smánari, ógna manni eða hópi manna með ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem myndum eða táknum vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar eða breiði slíkt út skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Í 3. lagi er svo mismunun eins og hún sett fram í lagagrein 180, almenn hegningarlaga. Það sem bannað að mismuna í verslun og þjónustu á grundvelli sömu þátta. En þá ætla ég að víkja mér að félagslegum skilgreiningum á hatursglæp. Kanadíska fræðakonan Barbara Perry, hún leggur áherslu á það að líta á hatursglæpi út frá félagslegu samhengi. Hún vill meina að hatursglæpir séu fyrst og fremst valdtæki sem notað til kúgunar ákveðna hópa, sérstaklega hópa sem þegar eru með viðkvæma stöðu, eru jaðarsettir eða varnarlausir. Og til þess að festa betur í sessi valdastrúktúr samfélagsins sem þegar byggir á ójöfnum rétti, aðstæðum og tækifæri fólks. Kerfið sem slíkt viðheldur forréttindi til ákveðina líffræðilegra eða félagslegra einkenna og samanskapi jaðarsettur þá sem falla ekki þann flokk. Hatursglæpir eru þar af leiðandi með skipulögðum hætti beitt, til dæmis með ofbeldisverknaði og til þess að skapa ógn. Og sé þetta valdatæki setur sérstaklega beitt í tvenns konar tilgangi. Annars vegar sem einhvers konar mótmæli gegn margbreytileika og hins vegar sem mótmæli gegn því að minnihlutahópar öðlist betri, réttar og samfélagslega stöðu. Og í umræðum hatursglæpi gegn kynhneigð og kynvitund má segja að slíkt falli undir að síðarnefnda, að hatursglæpir séu neikvætt viðbragð hluta samfélagsins gegn hinsegin réttindabaráttu. Og þetta neikvæða viðbragð er þar af leiðandi til þess fallið að gera fólki erfitt fyrir að fá viðurkenningu á stöðu sinni og öðlast einhvers konar réttarbætur eða betri réttarstöðu sem jafnframt þá tryggir jafnar rétt í samfélaginu. Og þetta má til dæmis tengja hugmyndufræði bakslag í réttindabaráttu minnihlutahópa meðal annars hinsegina. Og í því ljósi er áhugavert að skoða með hvaða hætti hatursglæpir eru beittir gegn kynhneigð og kynvitund fólks. Út frá hugmyndum Barbara Perry eru hatursglæpir glæpir gegn kynhneigð og kynvitund mótmæli þeirra sem eru á móti viðurkenningu og stöðu hinsegina og auknum réttindi sem má tryggja til dæmis í lagabreytingum. Skýrt dæmi slíkt hérlendis eru viðbrögð í samfélaginu við því þegar samtökin 78 fengu samning við grunnskóla í Hafnarfirði til að sinna hinseginfræðslu. Og hér eru nokkuð dæmi þeirra ummæli sem voru sett fram með opinberum hætti sem þetta neikvæða viðbragð gegn þess að hinseginfræðsla er í hluti að námi grunnskólabarna. Og þessi ummæli hér féllu öll í símatíma á útvarp Sögu. Og það er kannski tvennt hér sem er athugavert. Annars vegar svo birtingarmynd fordóma sem sjást í þessum ummælum og gefa ekki skyn frjálslynda sýn á málefnum hinsegina eins og oft er talað um. Á ég lesi þetta upp? Ég varla hef gett til þess en ég skal samt gera það. En hún Hulda sagði, hvernig að kenna þeim þetta? Er þetta sýnikennsla? Er þetta verkleg kennsla? Þarna að sýna þeim eða kenna þeim eða káfa á þeim? Hver er meiningin? Út með þetta og inn með kristinfræðslu. Halldóra sagði, þetta er bara eins og barnaklámið eitthvað, þetta er ógeðslegt. Og Kristjana sagði, ætla þeir að sýna hvernig þeir eðla sig. Ég myndi bara spyrja þessa 19 ára stelpu hvort hún ætti að gera það. Mér finnst hún ætti að sýna hvernig hún og hennar lesbía myndi eðla sig fyrir framan börnin. Það er raunverulegt að fá ofbýði börnum. Lögreglan á að tala við þessa 19 ára stúlku. Er þetta allt hommar þessir menn í Hafnarfirði? Myndi nokkur leyfa henni að þukla á börnum? Ég er ekki lesbía. Ég á 8 börn og aldrei verið lesbía. Guðlaugur sagði. Ég ætla þá að segja eins og einn maður sagði. Ef ég hitti hýran Hafnfirðingi Hellisgerði aftan og fram og allt umkring, ég er á verði. Nafnlaus sagði, þeir mega vera einangraðan á suður frá. Ég vona þeir kom ekki á Reykjavíkurflugvöllinn okkar.
Við eigum ekki að vera frjálsir eins og hommar og lesbíur. Við eigum ekki að þurfa að hlusta á svona helvítis vitleysu. Og svo Friðbjörg, ég hef séð aðferðir hjá lesbíum og það liggur við að maður gæti allt. Þetta bara klám. Mér finnst það viðbjóður. Ég held að það gæti verið nóg að vera með hjallastefnuna gegn jafnsamlífi. Þetta náttúrulega ekki fyndið. Nei, þetta ekki. En það verður bara svo fyndið hvernig Já. En eins og ég segi, hvað finnst mér tvennt áhugavert? Það annars vegar það, mér finnst ekki birtast í þessum ummálum frjálslyndi málefni hinsegin. Eins og oft talað einkenni íslenskan hugsunarhátt. Og hins vegar það að þáttastjórnandinn hvorki reynir að stöðva eða leiðrétta umræðina. Heldur tekur þátt í henni. Þó það megi alveg vera öllum ljóst að hann hefur vitað að þarna er fólk að fara með rangt mál. Og þá má kannski benda á 27. grein fjölmiðlalaga sem að bannar hatursáróður og hvatningu til refsiverða háttsemi. Þannig að þetta finnst mér svona, já, áhugavert að skoða þessi ummæli og hvernig í raun og veru þau hafa fengið að vera. Og þá kannski ætlum ég bara lítilega, það er ekki efni við þessa fyrirlestur en það tengist vissulega umræðefninu, bakslag í réttindabaráttunni vegna þess að mér finnst áhugavert að tengja saman bakslag í réttindabaráttu ýmissa hópa við tjáningu sem felur sig fordóma eða svo kalla hatustjáningu eða hatursorðræðu. Þó það eigi ekki verið hluti af þessum fyrirlestri finnst mér áhugavert að velta því upp hvort bakslagið og baráttan algjörlega frjálsa tjáningu eins og hefur verið talað meðal annars hérlendis. Það er áhugavert hvernig þetta tengist. Leyfir bakslagið auka hatustjáningu eða er bakslagið afrakstur þess að aukin hatustjáning sé til staðar? Er umræðan að standa vörð tjáningafrelsið og það að leyfa í alla skoðanir kannski bara réttlæting á því að beita hatustjáningu? Og þá líka áhugavert í þessu að skoða upplýsingaóreiðuna og með hvað hættur settar fram upplýsingar til að villum fyrir fólki. Og þá vil ég líka vísa til fræðafólksins Barbara Perry og Paul Sriviner sem benda á það að það orðið hluti að baráttu hægri öfgafla sem eru örtvaxandi í vestræna heimi að beita sig gegn réttindum hinsegina. En eins og nokkuð hefur verið fjallað með fræðilegum hætti er slíkur málflutningur búinn að koma sér vel fyrir í populískum málflutningi og í almenni umræðu sem gerir fólk erfiðara fyrir að greina undirliggjandi fordóma. Það fer að tala fordóma með þeim hætti að það er einhvern veginn svona leyft eða talið í lagi. En nú ætla ég bara stuttlega að fjalla upplifun viðmælenda rannsóknum minni sem koma fram í viðtölunum og þessu sinni ætla ég að draga sérstaklega fram með hvað hætti viðmælendur segja frá afleiðingum sem einhverju hætti skerða öryggistilfinningu þeirra. Og ég mun hér aðeins fjalla þetta eina þema sem birtist í greiningunni en þetta þema var mjög áberandi hjá í raun og veru öllum viðmælendum. Allir viðmælendur sem höfðu upplifað hatursglæpi og öll komuðu inn á þetta sem hluta afleiðingum. Brotaþola rannsóknir og sér í lagi rannsóknir brotaþola í hatursglæpum sýna fram á miklar og alvarlegar sálfræðilegar og félagslegar afleiðingar. Rannsóknir sýna jafnframt fram á að fólk sem tilheyrir minnihlutahópum sýni alvarlegri afleiðingar en þau sem tilheyra ekki minnihlutahóp og þá er ég almennt að tala glæpi, það að vera þolandi glæp, ekki endilega bara hatursglæp. Herrik og félagar sýndu meðal annars fram á það að brotaþolar hatursglæpa sem ráðist var á vegna kynhneigðar og í hans rannsókn var hann að skoða samkynhneigða og tvíkynhneigða upplifðu dýpri þunglindi, meiri reiði og kvíða og áfallastreitu en brotaþolar sem voru gagnkynhneigðir í sambærilegum málum. Sálfræðilegar rannsóknir hafa þá sýnt fram á það að afleiðingarnar eru enn alvarlegri meðal transfólks en samkynhneigðra. Herrik og félagar hafa undirstrikað að þolendur hatursglæpa er ekki aðeins einstaklingurinn sjálfur, heldur verknaðurinn líka táknrænn til þess að vekja ótta hjá öðrum einstaklingum sem tilheyra þá hópnum eða skilgreina sig sem með sama hætti. Og þessi dreifing óttans hefur mikið verið rannsökuð af fræðafólki og ég ætla ekki fjalla nánar það en
hluti af því að kalla hatursglæpi svona sem skilaboðaglæpi. Í hatursglæp gagnvart einstaklingi falið skilaboð til allra annara sem upplifa sig með sama hætti ákveðin ógn til staðar. Í tengslum við þessa umræðu hefur stundum verið bent á áhrif þess að tilheyra hóp sem hefur í gegnum tíðina þurft að berja sér tilverurétt sínum. Sem dæmi er stundum nefnt í rannsóknum Bandaríkjamenn og afrískum uppruna sem eru mjög meðvitaður þá réttindabaráttu sem átt sér stað síðustu aldir, en fyrir utan það upplifa líka dagsdaglega mismunun í samfélaginu. Þegar fólk býr við slíkar aðstæður getur slíka aðstæða veikt svona kerfi þeirra, þannig öll áföll sem tengjast mismunun og útilokun valda meiri skaða heldur en í öðrum. Nú er auðvitað ekki vita með hvað hætti þetta hérlendis, en það má kannski einhver leyti draga þá ályktun að svipa væri til staðar hér. En þetta er þó sett fram bara sem getgátur, því þetta er ekki eitthvað sem ég er þegar búin að rannsaka. Samkynhneigðir á Íslandi hafa háð baráttu í töluverðan tíma sem svona nokkuð nýlega í sögulegu kannski tilliti hefur borið árangur. Staða hinsegin hópa á Íslandi er almennt góð og lagaleg réttindi rík, en það er þó áhugavert að velta því fyrir sér hvort að það eru tengsl á milli réttindabaráttunnar og með hvað hætti hinsegin fólk upplifir hatursglæpi gegn sér. Hefur það almennt áhrif á það hvernig hinsegin fólk á Íslandi upplifir hatursglæpi að það sem meðvitað þá baráttu sem þegar er búið að há? Eða skiptir það ekki máli? Það er líka vert að athuga hvort allt litrófið undir hugtakinu hinsegin sé á sama stað gagnvart þessu. Og í þessu ljósi vill ég benda á stöðu transfólk sem hefur verið til umræðu að undanförnu mikið umræðu í tengslum við haturstjáningu og hvað sé skoðun varðandi tilveru transfólks. Stöðug réttlæting transfólks á eigin tilveru er þannig kannski meiri í nútíma samfélagi heldur réttlæting til þess þeirra sem eru homar og lesbíur á eigin tilverurétt. Og undir slíkum kringumstæðum myndi fræðin þá segja okkur að transfólk væri þar af leiðandi í viðkvæmari stöðu, og það er að segja þá að afleiðingar hatursglæpa gegn transfólki gætu upplifast af þeim mun alvarlegri heldur til dæmis gagnvart homum eða lesbíum. Í þessu erindi ætla ég að draga fram skerta öryggistilfinningu viðmælanda sem eiginleg viðtalsrannsókn er auðvitað ekki hægt að alhæfa þær niðurstöður eða það sem settir hér fram. Þetta er meira að miðla frásögnum þeirra sem að tala var við, en þó kannski ber mér að nefna það að þetta þema og frásagnir þessara aðila rýmar mjög vel við bara niðurstöður alþjóðlegra rannsókna, erlendra rannsókna á hatursglæpi. Undir þemanu skert öryggiskennd í kjölfar þess að vera þolandi hatursglæp komu dæmi félagslega einangrun. Ekki voru dæmi algjöra félagslega einangrun til langs tíma í gögnunum, en þó nefndu viðmælendur að þau höfðu öll að einhver leyti takmarka veru sinni í opinberu rými, til dæmis úti við eða ákveðnu stöðum eða ákveðnu tímum. Fjöldi rannsókna afleiðingar hatursglæpa erlendis benda til þess að þolendur þrói með sér einhvers konar hræðslu eða ótta við að gefa færi á sér. Þetta getur leitt til þess að þolendur fara að draga úr samfélagslegri þátttöku. Og í verstu tilfellum getur þetta leitt til algjörar jaðarsetningar og fólk loki sig alveg af. Stefán, sem er samkynhneigður, karlmaður, og þetta er ekki raunveruleg nöfn viðmælanda sem ég notast hér við, hann er líka innflytjandi og býr hérlendis ásamt eiginmanni sínum sem er af sama þjóðerni og Stefán. Hann gaf dæmi atburð sem átti sér stað í miðbæ Reykjavíkur og olli því að eiginmaður hans fór ekki út úr húsi í langa tíma. Stefán sagði: Það var á laugardagskvöld síðasta sumar, það var bjart og gott veður og margir í miðbænum og mikið að vera. Við héldumst í hendur í margmenni og verðum þá varið við hóp af strákum, hann nefnir þjóðerni en ég ætla ekki að nefna þjóðerni hér, sem fara að benda og kalla á okkur niðrandi orðum homma. Þeir hafa líklega ekki áttað sig á því að við skildum allt sem þeir kölluðu til okkar. Okkur fannst þetta óþægilegt og við ákveðum að gangi í burtu, en þá var eins og þeir hafið fattað að við værum líka af þessu þjóðerni, sem ég ætla ekki að nefna, og þá fara þeir allir eftir okkur. Við byrjum að ganga mjög hratt, jukum þeir þá hraðan og endingu vorum við hlaupandi og þeir hlaupandi þá eftir þeim.
Einhvern veginn komist við burtu frá þeim og fórum beint heim. Maðurinn minn var svo hræddur að hann fór ekki út úr húsi í langan tíma. Í samtali okkar eftir þessa frásögn sagði Stefán mér það að í heimalandi hans og eiginmanns hans hafði þeir þurft að þola mikið áreiti sökum kynhneigðar sinnar og stórum hluta fullorðins lífs hafði þeir þurft að fela það að þeir væru par vegna ríkjandi fordóma í garð hinsegin í þeirra landi. Stefán sagði að þeir hefðu flutt til Íslands til að losna undan þessu áreiti og vegna þess að þeir hefðu heyrt að það væri svo gott að vera samkynhneigður á Íslandi. Stefán sagði að þessi atburður hefði haft mikil áhrif á hann en ekkert líkt því hvernig áhrif þetta hafði á eiginmann hans sem í kjölfari lokaði sig af og þorði ekki út. Aðspurður af hverju afleiðingarnar hefði verið svona mismunandi fyrir Stefán og eiginmann hans, sagði Stefán að eiginmaðurinn hefði þurft að þola miklu meira áreiti og fordóma í heimalandi þeirra heldur en hann þurfti að upplifa. Hann væri þá með einhvers konar svona minni buffer en svona orðaða fyrir svona áreiti og fordómum. Þá hafði það líka haft áhrif að þeir reiknuðu alls ekki með því að verða fyrir svona á Íslandi og þess vegna hafði þeim brugðið mjög mikið. Fræðmaðurinn Herek, sem ég er búin að nefna hér áður, hefur fjallað sem og aðrar rannsóknir því meira áreiti sem þolendur hatursglæpa verða fyrir, því minna þarf til að valda alvarlega afleiðingum. Og í máli Stefáns og eiginmannsins má þeir leiða að því líkum að vegna þess að eiginmaðurinn hafi þolað meira áreiti og fordóma en Stefán var hann í stakk búinn til að takast á við þennan atburð. Þessu til viðbótar má kannski líka velta fyrir sér hvort það hafi haft áhrif á að þeir voru auðvitað líka innflytjendur og voru ekki eða litlu sem engum tengslum við samfélag hinsegina hérlendis. Og þannig leituðu þeir til dæmis ekki eftir aðstoð og leituðu ekki eftir félagslegum stuðningi í kjölfarið. Að upplifa óöryggi eftir hatursglæp getur valdið því að fólk verði varkárt og tortryggi í samskipti við aðra. Þetta tengist auðvitað líka því að einangrast í félagslega. Í viðtalinu við transkonuna Sonju lýsti hún fyrir mig hvernig hún einangraði sig í samskiptum til að vera varkári í samskiptum. Sonja hafði upplifað mikið mótlæti á meðan hún var í leiðréttingarferlinu sínu og gaf fjölmörg dæmi í viðtalinu úr lífi sínu, mörg sem gátu hreinlega flokkast undir bara allt frá því bara að vera alvarlegir hatursglæpir niður í bara minna áreiti. Þessi upplifun Sonju gerði það verkum að hún gaf lítið færi á sér. Og hún segir, ég nefndi bara ekki vera að hlusta á fólk alltaf eitthvað, hei þú ert undarleg manneskja og ég þarf að fá þig til að réttlæta þig fyrir mér. Eða ég ætla að segja að þú sért frík. Mér fannst þessi orð Sonju svo áhugaverð því að þau fanga svo vel áhrif þess að transfólk, sérstaklega, þarf stanslaust enn í dag að réttlæta tilverurétt sinn. Sem eitt og sér getur upplifað sem jaðarsetning og mikið áreiti. Annað dæmi kemur frá Stefán þegar hann var að segja mig frá því að jafnvel á Íslandi leyndi hann kynhneigð sinni í ýmsum aðstæðum. Hann sagði mér meðal annars frá því þegar hann og eiginmaður hans voru að leita húsnæði til leigu að í ákveðnu hverfi í Reykjavík upplifði hann að aðstæður sem gera verkum að hann ákvað að segja ekki frá því að hann væri hommi. Spurður af hverju sagði hann að það vegna þess að það væri vegna ríkjandi fordóma í því hverfi og það væri öruggara að fela það. Þess má geta margir samlandar hans búa í þessu hverfi og það skýrði hluta til þessa hræðslu hans við að opinbera kynhneigð sína. Fræðimaðurinn Mæi hefur meðal annars fjallað það í rannsóknum sínum hvernig sérstaklega samkynhneigðir kallar láti aðra stundum halda þessi gagnkynhneigðir einmitt til þess að verjast að komast undan því að verða fyrir sem eitthvað svona varnar viðbrögð gegn því að verða eitthvað tíma fyrir áreiti sem samkynhneigðir karlar. Þá sýna sálfræðilegar rannsóknir að afleiðingum hatursglæpa að það sé til eins konar minnihlutastress. Það er að segja, það er erfiðara að tilheyra minnihlutahóp og það álag að kunna veikja varnir fólk til að bregðast við aðstæðum þegar það ráðist að því. Nokkuð af dæmum voru gefin í rannsóknum að aðlaga sig þá þessum aðstæðum með því að breyta hegðun sinni eða breyta einhverju sem tengist lífi viðkomandi. Transkonan Sonja sagði meðal annars að hún hefði fundið fína leið til að útiloka áreiti sem hún var fyrir þegar hún þurfti nær daglega að ganga fram hjá okkur samkomustað á leið heim og vinnu. Hún bráði að ráð að vera alltaf með heyrnartól á sér sem einhver svona skjöld
til að útiloka tjáninguna, þannig til að heyra ekki köllin, en einnig til að gefa þau skilaboð út á við og hún væri bara ekki að hlusta heldur. Fleiri dæmi aðlaga sér eftir aðstæðum voru gefin, til dæmis sagði Ómar sem samkynhneigður karl frá því þegar hann hóf að starfa á nýjum vinnustað, þar sem ríkti einhvers konar vinnumenning sem gerði mikið svona grín og kost á minnihlutahópa og það var algjörlega samþykkt innan vinnunar. Ómar fannst þetta óþægilegt og ákvað að draga sig til hliðar og gefa ekki færi á sér með því að segja til dæmis ekki frá því að hann væri samkynhneigður og jafnframt líka að taka ekki þátt í að bregðast neikvætt við og leiðrétta þá grín sem var sett fram. Hann dró sig algjörlega í hlé til að verða ekki sjálfur svona skotspónn eins og hann upplifði það. Og að lokum ætla ég jafnframt að nefna nokkuð að tala að fara ekki á ákveðna staði þar sem viðmælendur höfðu lent í einhverju eða töldu sig ekki örugga í. Og það voru ýmis konar dæmi nefnd eins og fara ekki út eftir myrkur, fara ekki á ákveðna staði og svo framvegis. Samkynhneigð kona sem hafði lent í líkamsárás sem var haturglæpur í miðbæ Reykjavíkur hætti til dæmis alveg að fara niður í miðbæ Reykjavíkur. Hún sagðist bara ekki treysta sér til þess. Það gerði til þess að verkum að hún hætti algjörlega stund að skemmtanalíf sem hún hafði alveg gert töluvert af áður. Hatursglæpurinn sem hún upplifði var alvarlegur hatursglæpur, en það hafði ekki síst gert upplifuna enn neikvæðari að það brást enginn við í kringum hana þegar hún varð fyrir þessari árás. Og það var ekki síst þessi skortur og viðbrögðum vegfarenda sem gerði að verkum að hún treysti ekki umhverfinu. Hún treysti fyrst og fremst ekki að hún yrði ekki aftur fyrir hatursglæp, en svo treysti hún því ekki að fólk myndi koma henni til varnar, sem myndi horfa upp á hatursglæpi. Svo var dæmi kynsegin manneskju sem upplifði hatursglæp og fór að upplifa mikinn kvíða, og kvíðinn fór að hamla viðkomandi mikið í lífinu. Hugsa sér mikið að hún fór út úr húsi, alltaf var sig og svo framvegis. Og Sonja, transkona, gaf dæmi það að hún endaði með því að flytja úr hverfi þar sem hún hafi upplifað mjög mikið áreiti og í annað hverfi, og þessi flutningur var í raun og veru algjörlega út bara frá svona öryggissjónarmiði. Ég ekki með fleira að sinni, en það þetta ekki niðurstöður rannsóknarinnar og vonandi ég á eftir að kynna frekari niðurstöður síðar. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Eyrún. Við höfum tíma fyrir einhverja spurningar. Já. Ég tók eftir að kona... Ég tók eftir þarna á þennan hvort það var kona eða karl sem ætlaði að kaupa íbúð og sagði, ég vildi ekki segja hver mín kynhneigð væri, ég skil ekki ef maður kaupir íbúð, akkur þarf maður að tala sína eigin kynhneigð. Hvað leigja íbúð? Ætlaði hún að leigja íbúð. Já. En skipti það máli samt, ég átta mig ekki alveg á þessu hvort að þetta orðið viðtekin regla. Það getur skipt máli að ef þá sem á íbúðina vill til dæmis ekki leigja ákveðnum hópum, þá viltu náttúrulega ekki gefa færi á þér að vera tilheyra þeim hóp. Möndi þá viðkomandi ekki spyrja hver þín kynhneigð? Já, nú veit ég ekki svo mikið hvort að viðkomandi gert það, en hann var líka að vísa til bara þessu hverfis. Það sem hann þekkti til, að það væri betra fyrir hann að vera ekki að hafa hátt það að hann væri samkynhneigður. Svona til að varna því að verði ekki fyrir áreiti. Ég heiti Jórunn og ég vil þakka alveg kærlega fyrir hennar fyrirlestur. Tvennt sem að ég með í huga, það er náttúrulega sérstaklega að þakka fyrir að fá góða skilgreiningu á hvað er hinsegin glæpur. Ég hafi einhvern veginn ekki tengt þessa tvöfeldni, mér fannst bara glæpur vera glæpur, en mjög gott að fá þessa útskýringu. Svo finnst mér alveg svakalegt að eins og við erum þó komið langt í gæsalöpum fyrir, hvað vil ég segja, venjulega homma og lesbíur,
að þá séum við svona stutt komin varðandi transfólk. Og svo verðst mér líka, og það hafi ég enga grein gert mig fyrir, að innflytjendur sem eru samkynhneigðir þurfa sérstaklega að óttast aðra innflytjendur frá sama stað af því að þar viðtekin venja eða viðtekin skoðun að það sé ekki heppilegt að vera samkynhneigður. Ég hef kennt þó nokkuð mikið útlendingum íslensku og þegar ég kenndi, reyndar þó nokkur ár síðan, ekkert mjög mörg samt, að þá ég var að kenna konum frá Rússlandi og ég var að útskýra fyrir þeim svona ýmislegt í samfélaginu og hvaða réttindi samkynhneigðir hefðu hér. Þá var ekki búið að búa til orðið transfólk og hinsegin og kynsegin. Og þær voru gáttaðar að hneykslun. Það átti ekki orð, það var eins og það stæðu fyrir útvarpi sögu. Takk. Fleiri? Já, Bjarni. Takk fyrir, mjög áhugavert. Ég bara hugsa með, af því að það þú komst með svona nokkur lítil dæmi úr mjög nýlegum dæmum úr fjölmiðlum. Það var Mokkagreinin fræga og svo hann maðurinn sem vil helst ekki nefna sem bloggari. Af því að þetta náttúrulega, þú veist, byrjunin á einhverju sem gæti orðið að mjög alvarlegum snjóbolta ef þetta ekki látið vera, þar að segja. Þú veist, eitthvað í lögunum sem að getur, ég veit ekki, þú veist, komið í veg fyrir þetta eða hægt að kæra fólkið fyrir að vera með svona umræðu eða orðræðu af því að þetta ekki alveg, þú veist, skýrt. Það eins og þau passi sig að vera réttu megin við línuna. Skilurðu hvað ég að segja? Þannig að ég veit ekki alveg hvort að ég veit ekki alveg hver ég að spyrjum, en hægt að gera eitthvað? Sko þetta í raun og veru það sem svolítið mikið verið að fjalla og ekki bara varðandi fordóma gagnvart hinsegin, líka bara kynþáttafordóma. Að þú veist, það búið að pakka þessu inn í einhver svona almenna umræðu og það svo erfitt að greina fordómana stundum, að þeir einhvern veginn svona settir rétt fram og þá bara gríðarlega erfitt að bregðast við. Og líka vegna þess kannski að það hefur einhvern veginn, þessi umræða tjáningafrelsið hefur allan að mínu viti, ekki farið kannski rétt fram að því leytinu til að hún svo forréttindamiðuð. Hún bara, ég ætla að rétt að segja þetta þetta og ég ætla að rétta á skoðunum mínum allt það. Og þá þetta snýst alltaf bara þinn rétt til að tjá þig, algjörlega óháð því hvort þú sért að brjóta gegn rétti annara að þurfi ekki að líða haturstjáningu. Þurfi ekki að líða endalaust áreiti gagnvart sér. Þannig ég veit ekki, það var alltaf bara ótrúlega frábært til samtökum 78 sínum tíma að leggja fram þessa kærur. En það líka urðallega vitna því hvað það var líka erfitt fyrir þá sem stóðu að þessu. Og það var ekki eins og eining innan samtakana að þessi vegferð var í farin. Þannig að ég veit ekki hver á að berjast fyrir hvern. Og svo líka þetta orðið líka þannig að þeir sem að reyna að tala gegn eitthvað svona fordómum og tala með umburlindi eða hvað sem við köllum þetta, þeir bara leggja ekki í það. Þannig að þetta orðið bara, það fara búið þróast svo þetta samtal sem fer fram á netinu helst náttúrulega, þetta búið þróast í bara eitthvað, ég veit bara ekki hvernig, bara ég segi svolítið þú, ég veit ekki hvort þetta bregðast þessu. En þú veist, það þarf náttúrulega kannski einhverja lögreglan náttúrulega, þú veist, hefur heimild í lögum í frumkvæðisvinnu. Það var aldrei gert. Eftir ég hætti störfum á lögreglunni að sinna haturskapnum, þá enginn sérstaklega að sinna haturskapnum innan lögreglunar. Og svo þetta líka sem ég segja, ok, á þetta vera lögreglumál, þetta ekki bara spurningu fræðslu, spurningu fólk kunna, þú veist, tala saman, að því það má vera ósamála. Já, algjörlega. Þú mátt alveg, þú veist, hata homma, þú mátt það, og þú mátt hjá þig það, en þú þarft bara þá að gera það með hætti að það ekki meiðandi. Þú veist,
þó það sé auðvitað kannski með þetta sjálfum sér. En skilur þú, það þetta takast á allt. Án þess að fara alltaf niður í þetta, sko, einhvern veginn að svona, þú veist, smána og gera lítið úr og svona, já, með þessum fordómafullu hætti. Þannig, sko, ég áeiginlega bara ekkert svar. Nei, ég veit, þetta flókið. En þetta náttúrulega ágefni. Þetta það. Og sérstaklega út af því og sko, svona helstu leiðandi fræðimenn á svifið, bara sko, fordóma og kynþáttahyggju og rasisma og allt það, þú veist, þeir eru farnir að fjalla og raunverulega fyrir löngu. Af því oft fræðimenn farnir að sjá eitthvað sem gerst í samfélaginu löngu og fólk átt að sjá því sjálf, sko. Það líklega bara eitthvað til sem heitir raunverulegt bakslag, sem að birtast í þessu tjáningu. Akkurat. Sem réttlætir þá líka ofbeldi. Það náttúrulega líka hugsunin með haturstjáningu, það að taka út hópa og gera það eitthvað svona réttlæta með einhverjum hætti, sko, ofbeldi og áreiti gagnvart þeim. Og já, það setja það á alienata, þú veist, að gera það á einhvern veginn minna mennsk. Já, akkurat. Sem náttúrulega leiðin, sko. Já. Og við vitum hvernig það endar, gæti endað. Og nýlega rannsóknir, nýlega rannsóknir eru líka sína til dæmis fram á það að þú veist að fólk heldur að haturstjáning, þú veist eins og prentu svona sig ekki hafa áhrif, þú veist, þú vilt ekki, þú bara horfir, þú lest þetta bara ekki pæla ekkert í þessu, eða þú lest þetta og veist þetta rangt eitthvað, en svo nýja rannsóknir sína fram á það að það ekki rétt, þetta byrjar að síkast inn, bara smátt og smá og þetta getur búið til fordóma, það að sé endalaust verið að setja fram fordóma, getur skapa fordóma hjá fólki, þannig að, já. Já, takk fyrir alveg frábæran fyrirlestur og frábært efni. Mér langar bara þá í framhald af því að eiginlega leggja það orð í belg að það náttúrulega fyrst og fremst til að byrja með spurningum viðbrögð lögreglu við kvörtunum. Og ég nýbúin að einmitt kynnast máli konu sem af erlendum uppruna, uppalinn á Íslandi, íslensk kona, sem hefur orðið fyrir alveg ótrúlegum hatursglæpum út af þessu kynferði sínu, borið upp á hana allskyns hlutir sem hún hefur aldrei komið nærri. Hennar mál hjá lögreglu, þau komast ekkert áfram, þau stoppa bara, það hefur ekkert verið gert við, þetta nokkur ár síðan. Og ég myndi segja að svona rannsóknir eins og þú ert að vinna með, ég vona að það komið til með eiga erindi inn í eins og í lögfræðinám, hvað sem það hvort sem það í Háskóla Íslands eða annar staðar og nú þú að kenna á Akureyri og það til meiri háttar að vita til þess að svona efni sé borið á borð fyrir væntanlega lögreglumenn. Þannig ég vil ekki segja eins og þið að þetta sé óyfirstíganlegt eða trúlega lítið hægt að gera. Það örugglega mikið hægt að gera en það þarf bara að gera það á réttum stöðum. Takk. Kannski bæti bara við að þetta algjörlega farið að það komin staður fyrir þessa fræðslu inn í námi lögreglumanna. En ef það svo ekki viðhaldið þegar þau byrja að starfa og ekkert gerist innan embættanna, þá kannski svolítið fellir sjálfsins. Ég heiti Harpa og bara takk kærlega fyrir þetta mjög skýrt og brýnt verkefni og mjög takkavert að þú skulle hafa tekið það fyrir hendur. Það sem að kannski sló mig og það það að það ekkert svo langt síðan að það var mikil haturs orðræða gagnvart samkynhneigðum. Og sko það ekki nema 20 ára aftur í tíman og ég uppgötaði það að ég var sjálf hlustaði á haturs orðræðu sem sagt mjög afgerandi bara í mínu vinnuumhverfi og þá sem sagt ég og samkynhneigða dóttir og þannig að það var svona mikil reynsla í sjálfu sér en það sem að mér finnst kannski brýnt og ég vil taka með mér hérðan og það það hvað það mikilvægt að við öll bregðumst við ef við verðum vör við sem sagt
þessa neikvæðu, hatursorðræðu og í hvaða mynd sem og það sé verið að ráðast að transfólki og annað, að ég held að og alveg viss það að við getum gert mikið bara með því að bregðast við og bara reyna að kveða fólk í kútin með því sem að bara fólk stoppi við, og eins kannski með skrif líka sem á netinu, að það kannski manni finnst maður ekki að blanda sér inn í þessu umræðu, það kannski tilfinningin, en kannski það að maður eigi bara að láta í ljós að þetta sé ekki boðlegt gagnvart einum eða neinum. Ég ætla að taka þetta með mér. Takk. Já, má ég kannski bara koma aðeins inn á það, vegna þess að við hjá samtökunum höfum einmitt verið í baráttu gegn hatursorðræðu sérstaklega, og það allavega hjá evrópsku reglífa samtökunum okkar, þá lögð áhersla á það að gefa hatursumræðunni ekki andrými, heldur einmitt lýsa ljóst vanþóknun og stöðva umræðuna þar, en halda síðan áfram í jákvæða umræðu á öðrum vettvangi til þess að vinna gegn fordómunum sem að geta sprottið upp. Og það er kannski vandamálið við einmitt að lögreglan getur ekki gert það, eðlilega. En það var spurning þarna. Þakka þér fyrir skemmtilegan fyrirlestur og mjög uppörvandi. Mér sýnist þú vera á algjöru sprengjusvæði. Það? Já. Ég hef ekki fengið upplega að höra það. Og það eitt sem ég langar til að spyrja þig. Aldursmunur, yngra fólki meira tolerant heldur en eldra fólki? Og finnst þér þetta vera sérstækir, hvað ég maður að segja, félagslegir hópar sem eru svona neikvæðir, eða þetta yfir línuna? Nú erum við komið með stóran hóp af innflytjendum og að myndast hérna á Íslandi gjá á milli okkar varðandi til dæmis, hvað ég maður að segja, homosexualismi. Þakka þér fyrir. Það sem ég segi hér geta náttúrulega bara verið svona getgátur, því að ég er náttúrulega ekki með ykkur gögn höndunum sem kannski staðfesta, en ég veit ekki, ég var svolítið alltaf á þeirri línu, að þetta væri svona miðaldra fólk, helst kallmenn, sem væru með þessar skoðanir. En svo, ég hef verið bara að vinna þessari rannsókn og verið að tala við fólk og kynna með alls konar hluti, og þá maður alltaf að heyra meira af til dæmis að transbörn orðið mjög erfitt uppdráttar bara í grunnskólum. Og það svolítið öfugt það sem maður alltaf að hugsa, að unga fólki í dag hafa svo með svo opinn huga og engin fordómar og allir svo meðvitaðir, Þannig ég veit ekki alveg hvað ég á að svara, Hvernig, ég held þetta sé bara svolítið út allt, og ég held að fólk oft átti sig líka ekkert sjálft á því, út af því þetta eitthvað svo falið umræðinni, átti sig kannski ekki á því að það sé, fordómafullt, það líka náttúrulega svona, þetta implicit bias, þú ert með alls konar hugmyndir og þú gerir ekki grein fyrir því kannski sjálfur. En svo varðandi innflytjendur að náttúrulega ef þú ert alin upp í samfélagi þar sem kannski almennt ríkir mjög mikið fjandskapur í garð minnitópa, það breytist ekki þú flyttir til Íslands. Það þarf að fara fram ykkur svona fræðsla, það þarf að horfa í þetta, af því að þetta tengist ekki bara fordómum gagnvart hinsegin, af því í gögnunum mínum ég líka að sjá mikið af málum sérstaklega varðandi fólk sem kemur frá löndum Afríku með dökkan húðlit, að sé að lenda í einhvers konar svona hatursáreiti eða glæpjafel frá ákveðnum hópum innflytjenda hérlendis. Ég náður að segja eitt í viðbót. Ég orðin fullorðin kona, en ég fór ekki að fara tók eftir. Ekki. Ég held að tíminn okkar sé búinn og held við ættum að eigum við ekki að taka eina síðustu. Sem þekkt víðan heim fyrir hvað Íslendingar
Ég kannski, þú veist, auðvitað almenn staða hinsegin fólk á Íslandi góð í samanburði við mörg önnur lönd, það ekki? Þó að við vera að falla niður á einhverjum listum og svo frammeði, sko. Þannig ég veit, ég bara kann ekki útskýringuna. Það auðvitað ekki allir fordómafullir, að sjálfsögðu ekki. Auðvitað mikið af fólki sem bara, þú veist, ekki að velta sér upp úr því hvernig aðrir eru, sem betur fer. En þarna koma líka mögulega fordómarnir sem bakslag við réttindum og réttindabaráttu hinsegin fólks sem dæmi. Þannig að við tengjum í hring í þessum fyrirlestri. Já, hvað segir það? Já, bara takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir koma. Já, bara takk Eyrún fyrir hennar fyrirlestur og ykkur öllum fyrir komuna. Mér langar bara að vekja athygli á því að þó að þetta sé síðasti fyrirlesturinn í vor, í þessari röð, þá heldur fyrirlestararöðin áfram, eða ný röð með sama nafni.